Jæja, góður áhorfendur. Verið velkomin í Skautadalinn ekki Laugardal, Egilshöll. Hér eftir örskamma stund hefst leikur milli Fjölnis og Skautadals Reykjavíkur í hersteild kvenna. Þessi tvö lið mættust fyrir örfáum dögum síðan og þar sigruðu liðskonur Skautadals Reykjavíkur 6-2. Fyrsti sigurleikur liðsins í allmörg ár. Fóru svo norður til Akureyrar síðastliðinn sunnudag og unnu þar kvennalið Skautafélags Akureyrar í afar spennandi leik sem fór í framlengingu, afar stutta framlengingu, en framlengingu engu að síður. Og þannig að það er mín von að þessi leikur fari nú bara á svipað spennustig og var á sunnudag og síðastliðinn fimmtudag að mig minnir. Það var þriðjudag. Ég man þetta ekki nákvæmlega. Við sjáum þetta hérna í tölfræðinni. Það er vika síðan að þessi lið mættust. Slétt vika. Þessi leikurinn fór 6-3 SR í vil. Og SR vann SA 4-3 eftir framlengingu sem var held í 14 sekúndur. En nú veit ég ekki hvort ég búinn að kynna mig. Ég heiti Helgi Páll Þóruðsson og mun lýsa hér atvikum svona eins og mér er unnt. Dómarar kvöldsins Óli Þór Gunnarsson, Ingibjörg Kjartansdóttir og Guðlaug Þorsteinsdóttir sýnist mér hérna í fljótu. Það sést bæði lið vera nokkuð klári í þetta. Við fáum hér uppkast á miðjunni. Það eru SS-stelpur sem náðu þessu hérna. Það Blöndar reyna að koma pekkinu með yfir. Alexandra sýnist mér hérna í baráttunni við Battan. Og hér koma SS-stelpur inn. Ekki alveg nógu góð sending hana út á kantinn. Hér er að mér sýnist gott ef verið ekki Hilma Bergsdóttir sem er að reyna að koma inn í gegn. Það er hörð sókn á markahæseringa. Það er einn hana fyrirgjöf. Leikunum stoppar hér. Þetta var Berglind Leifsdóttir hérna númer 18 hjá Fjölni. Fáum við uppkasti hér í varnarsvæði SR-inga. Reynanda fyrirgjöf. Og þá var það Stefán Jónssonar
SS stelpur hérna með góða sókn. Það var ekki alveg að nýta þetta komlega. Það ná að halda pekkinum hérna inni. Það hvítklæddu. Og Fjölnir stelpur henda pekkinum hér alla leið yfir í frystingu, eða æsing. Og hættulegt færi hérna. Ekki mátti munum á pökkunum hérna fyrir utan. Áfram SS stelpur hér. Nýta hvert tækifæri til að skjóta. Sigrún Agatha að koma pekkinum út. Það gengur eitthvað hálftreglega. Guðrún Viðar sinna. Löngsningu upp eftir. Og hér snúðar við. Satu mistir pökkinn frá sér. Saga hérna í horninu. Og hún tekur pökkinn af henni, hún Teresa Snorradóttir. Guðrún Viðar sinna löngsendingu upp eftir. Hér á hana Berglindi. Berglindi tekur skotið. En Andrea í markinu greip þennan bara auðvitað. Þóra Milla hér að koma pekkinum út. Eva reyna að halda honum inn í henn. Gengur ekki. Elín Darko hér sendingu upp. Sendingin hennast ekki fullkomlega. Þóra kemur pekkinum yfir á hana Apríl. Þar Elín Darko aftur, heldur pekkinum inn í svæði sendinga. Þóra hér skautar af stað. Og hún kemst hérna alla leið inn. Kemur pekkinum hana, en það Elín sem tekur pökkinn hérna út fyrir Fjölni. Hendir pekkinum djúpt inn í svæðið og eldir. Andrea stoppar pökkinn hérna og það að reyna að koma pekkinum hérna út úr svæðinu. Gengur rauðilega. Ágætis tilþrif hana hjá henni Stefaní Ósk á blálínni. Og þarna Friðrika Magnúsdóttir. Hann að snúa af sér hérna. Hann að senda á hana Heiði hér á kantinum en sendingin ekki alveg á spaðan. Guðrún pökkinna yfir á Berglindi. Sigrún Agatha bremsir stíft. Stefaní aftur með pökkinn upp yfir. Pökkurinn hér. Berglind komin inn, sendir fyrir. Og rétt framhjá. Ekki mátti miklu muna. Hún næði að skora hana, hún Hilma Bergsdóttir. Og skot. Andrea var þetta vel, sá pökkinn seint. Áfram eru skotin, Teresa Snorradóttir tekur hér skotin á bláu. En Hilma kemur pekkinum niður á Sigrún Agathu sem kemur inn undan og sendir hann fyrir. Pökkurinn laus fyrir framann, hvað gerist? Pökkurinn laus og Andrea kaffir pökkinn. Prýðis sóknar tilburður hjá Fjölni þessa stundina. Þeim finnst þeim eflaust eiga harma hefna eftir leikinn í síðustu viku. Hér aðra stað. Og það skotað, hér Alexandra á fleygiferð. Pökkurinn heldur hérna áfram, þá kemur Satu. Snýrinn af sér, pökkurinn komin á miðjuna, pökkurinn laus. Það áfram smá sóknarfæri fyrir styringa hérna. Apríl, Ornagan hérna, tekur skotið. Pökkurinn lendir hérna í vörninni. Alltaf ekki hafi ekki verið
já, nú sá ég ekki númerið. Pökkurinn komin upp á kantinn. Það ná að fín sending inn út á kantinn og það skot og hún varði þetta. Já, það er ekki Karítas Halldórsdóttir sem stendur í markinu. Yfir núna sér hún ákvæmt að kemur pekkinu djúpt niður í svæðið SR. Þóra Míla hérna baka markið, kemur á hana Ylfu sem kemur pekkinum út. Það er að ná að komast inn í sendingarnar hérna SS-stelpur. Sér hún ákvæmt að hérna tekur pökkinn, fer með hann inn í svæðið. Og hún Theresa kemur pekkinu djúpt niður. Theresa fara hann aftur hérna blálínni niður. Sér hún að komin hérna í skotstöðu en skotin lenda bara í og varnara vegnum sem er fyrir framann markæseringa. Skot á löngufæri og frákastið. Pökkurinn laus. Hvað gerist? Pökkurinn laus. Andra verð þetta við Göldrún líkast. Áfram er pökkurinn laus hérna og hér kemur skotið. Áfram ver Andrea. Aftur ver Andrea. Því líka skotið frá Guðrúnu Viðars hérna, hefði nú átt að bara að fara inn en Andrea sá til þess að það var ekki hægt. Fjölnir-stelpur eitthvað að ná að koma hlutunum hérna í samt horf. Sendi hérna fyrir uppdir á hana Kristínu Inga. Kristín stoppar í horninu. Sendir hérna á blálína en hún kemst inn í sendingun. Hún Saga Blöndal hérna. Heldur þrýstin og hún er að valda á pekkinu minni hérna baka marki Fjölnis. Hún er eiga hérna við 1 og 2. Elín kemur pekkinum yfir. Sendi hérna alveg hinum hérna kantinn. Þar hefur hún verið líklegast, já, mér sýnist þetta hafi verið hún Laura Murphy sem var hérna. Hún er ennþá í baráttunni. Og þá kemur Alexandra. Hún kemur hérna undan marki á siglingunni yfir á Sato hérna á kantinum. Það er að koma hérna 3 saman og Sato reynir að taka skotið, hittir pökkinn ekki nægilega vel en pökkurinn fór enga síður átt að marki. Sato hér áfram með pökkinn og Alexandra tekur bara skotið hérna, erfiðri stöðu. Leikurinn heldur áfram, hér er ekkert stoppað og hér er Harpa Dögg sem pressar stíft fyrir Fjölni. Friðrika kemur pekkinu hérna niður í horn og yfir og þær eru hér mikil barátta hérna við að koma pekkinum út úr svæðinu sem við tekst hérna á endanum. Pökkunum berst hérna yfir á hana Ylfu. Ylva er komin hérna inn. Reynir hérna fyrirgjöfin. Sigrún sendir pökkinn yfir tilbaka á hana Stefáníu Ósk. Stefáníu sendir pökkinn yfir. Það er að ná að halda pressunni djúpt niðri. Sigrún Agata kemur hérna, reynir að sigla pökkinn inn. Hún er stoppuð hér á blálínni. Bríett kemur hérna undan marki. Þóra Míla hendir pekkinum áfram á Alexandru en þar ná ekki að koma pekkinum almennilega út. Tekst í það núna og þá leggur Alexandra af stað og svo sem mætir henni þarna eða mætti henni þarna var Theresa Snorradóttir. Pökkurinn dettur hérna út fyrir bláu og verður þar rangstöður. Ylva nær pekkinum hérna rétt út fyrir bláu. Ylva er komin hérna inn í svæðið, missir pökkinn frá sér niður í horn.
reynir hana fyrir gjöfin. Það ná að stoppa þetta félagar. Og hér Sigrún Agatha komin aftur á siglingunni upp kantinn. Hún komin hér og hún tekur skotið. Andra varði þetta, pökkurinn áfram laus. Sigrún Agatha aftur komið pökkinn, sendir pökkinn fyrir. Ágætið skot hjá henni, mér finnst þetta að vera hún Kristín Ingadóttir. Lotan rúmlega halvauð, staðan 0-0. Hér búið að vera mikið tempó. Keyrði gegn, Friðrika sendir hérna út á kantinn en þar var engin liðsfélagi. Og hér kemur hún María Sól niður í horninu. Kemur Pekki, reynir að koma Pekkinum upp á kantinn, upp á blálínuna, en þar var aðeins og margir restinningar. Þarna var prýðisfæri. Langt skot þarna. Þetta var langt skot frá henni Karen Þórisdóttur. Það þessar stelpur sem vinna þetta uppkast. Þóra Milla hendir Pekkinu bara hér hátt og langt yfir. Ágætið spil hérna. Teresa með flotta sendingu á hana. Sigrún Agatha tekur skotið, það framhjá. Það mikil orrarhríð á marki SR-íka núna. Teresa tekur skotið, lendir hann í SR-vörninni fyrir fram á Mark Andreu. Og hér leikjast þar. Sara Blöndal komin hérna á siglinguna. Hún heldur áfram, hún sleppur inn í gegn. Alexandra með henni, sendur á Alexandru. Alexandra tekur skotið, það er varið. Áfram með pökkurinn. Já, og svo var dottinn út. Kemur Hilma, siglir hérna inn. Þóra Milla pressir á hana. Apríl líka. Hilma hendir Pekkinu niður í horn. Og þar Elísa Dís hérna í baráttunni við tvo varnarmenn SR. Það kemur Sato hérna skautandi á fleyferð og tekur bara skotið þvert yfir í hitt hornið. Þar kemur Friðrika, kemur Pekkinum áfram inn. Elín Darko snýr hérna við með pökkinn, skópla Pekkinum út. Örlítill vandræðagangur hérna í skiptingunni hjá fjölnistyrkum. Ylva komin inn. Ylva reynir að taka skoti á forröndina, erfitt. Friðrika kemur Pekkin með blálínuna. Það vantaði kannski einn á blálínuna hana til að halda þessu. Hér kemur Laura Murphy. Hún kemst inn fyrir. Það ná að trufla hana hana í vörninni. Laura, Pekkin upp yfir. Og það fyrirgjöf. Það hættult færi. Ágætist tilraun hana hjá þeim. Hörpu Kjartans og Lóru. Langskot. Andra verð þetta frákastið frýtt. Pökkurinn hérna yfir. Búið að þungsótt að marki seiningar hana undanfarið. Undanfarnar mínútur, 6 mínútur eftir að fyrsta leikluta. Ekki búið að vera mikið stopp í þessum leikluta. Ylva hérna tekur pökkinn, sendir yfir. Það var Arna sem hérna reynir að koma pökkinum áfram. Hérna kemur Sigrún Agatha. Tekur kvöldinu miðuna. Hvað gerir hún? Tekur skotið og mark! Hún siglir inn í beint inn í þvertslottið og skýtur Pekkinum fram hjá Andreu. Við höfum séð Sigrún Agatha gera þetta alloft í vetur og undanfarin ár. Ef hún fær að sigla nokkuð örugglega gegnum slottið þá skorar hún í mjög mörgum tilfellum. Það eru SS-stelpur sem vinna uppkastið. Apríl
pökkinn yfir á Satu. Það eru hérna tværi baráttunni, Satu og Saga. Pökkur endar hjá Alexandru í apríl til Satu á kantinum. Hún hendir pekkinum inn í svæði Fjölnis. Elín Darko hér elti pökkinn. Alexandra líka. Alexandra pressa hérna á Elínu. Kemur pekkinum áfram. Já, ágætlega að spila hjá Fjölni akkord þessa stundina. Elísa Dís hérna reynir að koma pekkinum áfram. Hún er komin hérna í færi. Hvað gerir hún? Tekur skotið. Reynir að spilla pekkinum hann framjá en Andrea náði að kæfa pökkinn. Fáum uppkast í varnarsvæði þessar. Og já, það eru þessir stelpur sem svona vinna þetta uppkast hérna. Heiður sendir pökkinn yfir á kantinn. Og hér er rangstaða. Sendingin frá Brynju Líf hérna yfir var helst til og sein. Hér við næsteringa uppkastið, Þóra Míla kemur pökkinn hérna yfir á Gáran Heiði. En það er senda pökkinn, já, alla leið niður til og í frystingu. Og við fáum hér uppkast í varnarsvæði Fjölnis. Það eru Fjölnis konur sem ná að kroppa í þetta uppkast en það eru á endanum síðan Esteringar sem halda pekkinum inni. Það er Friðrika og Arna þarna að grafa eftir pekkinum og það er Friðrika sem kemur með pökkinu út. Það myndir markið og hérna er stór hættulegt færi. Pökkun ennþá laus. Nei. Og Karadasi í marki. Fjölnis kaffarir þetta alveg leið. Býður ekki upp á svona marga sénsa. Og Karadasi í markinu. Hún að vera töluvert í marki. Og hér er færi. Og pökkurinn laus! Óheppinn að nýta ekki þetta færi. Það er áfram hérna. Óheppinn að nýta ekki færi hérna. Það var nummer 6, Brynja Líf. Satu komið stjórn á pekkinum hérna. Hinkrar til liðsauka. Hann kemur. Það er Saga. Reynir að koma pekkinum hann framhjá. Dagný Teitsdóttir hendir pekkinum aftur inn í svæði Fjölnis, gefur sínum stelpum ákveðið tækifæri til þess að taka skiptingu. Sigrún Agata hérna, markaskorarinn síðan áðan, kemur pekkinum yfir á Laura Murphy sem er komin hérna, baka mark. Hér er helst til hættulegu varnarleikur hjá þessar stelpum. Elín hérna kemur pekkinum áfram á hana Lóru. Lóra tekur hann inn og reynir hann að skota löngufæri, frákastið, pökkur laus, aftur skot og mark! Jó! Það er mikil vinnusemi í Fjölnis stúlkum þessa stundina. Þær eru að taka hvert skotu og fætur öðru og hvert færi sem gefst. Er rétt tæpar 3 mínútur eftir að fyrsta leikluta. Staðan orðin 2-0 fyrir Fjölni. Náðu nú ekki hver skoraði markið en við fáum upplýsingur um það von bráðar. Já, það eru Fjölni stelpur sem svona vinna þetta uppkast hér. Og það er Heiður sem hérna kemur pökkinn inn.
Þóra Milla reynir að skjóta pekkinum áfram og það er nú að bóta pekkinum út. Sigrún Agatha komin aftur í stöðuna hérna áðan en það er ná að stoppa hana núna en hérna ekki með skotið langt frá. Skot frá henni Teresu Snorradóttur, hann var heldur vítt. Þóra Milla hérna lögða af stað, skúla pekkinum út. Þar er Guðrún Viðars, hendir pekkinum djúpt niður. Þar er Hilma. Pökkurinn endir hérna í höndunum á 16. Brynja Tinna Þorbjörnsdóttir. Ágætis spilamenska hérna hjá Mesatu og það var ekki Kristíne. Hérna nær Laura Murphy valdapekkinu, sendir pekkin fyrir, pökkurinn laus. Þetta var stór hættulegt færi. Það hefði getað nýtt sér þetta Kristín Ingadóttir og það er hann í sókninni Elín Darko. Hér fáum við kast og það er Alexandra Hafsteinsdóttir sem kemur pekkinum hérna framhjá henni Elínu í vörninni. Pekkinum er skóplað hérna upp á blálínuna aftur niður í horn. Það er verið að koma pekkinum fyrir mark Fjölnis en það gengur svona treglega að halda pekkinum áfram. Satu hérna nær að halda pekkinum með lifandi og það er tæft af því hérna. Pökkurinn er bara hérna á þrepinu, hurðaþrepinu hjá markinu hjá Caritas. Hér er komið Fjölnisstúlkur. Þetta vera Elísa Dís komin hérna framhjá en það er snúa við SS Stelpur hérna Jafn Harðan. Sendi hérna upp kantinn. En þar er hún María Sól sem tekur og reynir að koma pekkinum áfram. Hann er hún í baráttunni við hana Friðriku. Friðrika hér í baráttunni við María Sól og pökkurinn réttlar hérna út. Það er ekki Dagný sem skóplaði pekkinum út, kom honum í spil hérna. Friðrik sendir hérna Apríl. Apríl er að koma pekkinum áfram á hana Örnu. Það lentu hann í lappinnar á Fjölnisstúlkunum. Friðrik er hérna endast þetta spili hérna. Já, fínasta útspil hérna hjá SS-stúlkum en vantaði þarna kannski mínútu eða tvær í viðbót til að klára þetta. Staðan hérna 2-0 fyrir Fjölni og við skellum okkur í lauflétt kaffi. Sjáumst hér eftir svona cirka bát 15 mínútur.
Jæja, góðir áhorfendur. Nú förum við að rúlla í aðra lotu hér í þessum herstdeildarleik kvenna hér í Egilshöllinni. Staðan 2-0 fyrir Fjölni. En færin eru búin að vera fjölmörg og það er þokkalega vel mætt í stúkuna hér. Það er Laura Murphy sem er skráð fyrir marki Fjölnis hérna seinna markinu með aðstoð frá Elíni Darko og Elísu Dís Sigfinnsdóttur. En hér er leikurinn komin af stað og það eru SS-stelpur sem vinna pökkinn en kasta hann létt frá sér. Teresa hérna snýr á punktinum. Satú hér fær pökkinn á ágætis stað. Sendir pökkinn langt yfir. Og hana Apríl í skoti hérna en það lendir í löpunum á Sigrúnu Agátu sem kemst í reyta móti markmanni. Sigrún fellur við og lendir þarna á Andreu markmanni. Sýndist nú ekki vera brot að ræða. Andrea varði þetta skot og pökkurinn fór framhjá. Og hér fáum við uppkast fyrir utan varnarsvæði SR. Og hér er sendinguna yfir á Lóru sem var hérna á kantinum. En hún sendir pökkinn hér upp yfir á Kristínu Ingadóttur. Þær eru nú að ná að lauma sér inn í þessar sendingar SS-stúlkur. Friðrika hér stendur í hápressunni. Kristín sendir pökkinn áfram á Elísu Dís sem er komin hérna inn í svæði S-ringa. Hún er komin hér undan marki. Siglir hérna með pökkinn hringinn í kring. Það er að ná að reyna að gera eitthvað á þessu. En Andrea í marki SR stoppaði þetta. Og við fáum uppkast. Þannig var Kristína Davíðsdóttir í uppkastinu fyrir SR. Apríl hér reyna að koma pekkinum upp á bláu línuna. Og hér koma SS-stelpur og það er Apríl sem kemur reyna að koma pekkinum fram hjá henni Karen. En Karen sá við henni. Það er ná hérna einhverjum smá völdum á pekkinum hérna niðri. Harpa Dögg í baráttunni. Og Heiður reynir að koma pekkinum út. Guðrún Viðar sinna við pökkinn á kantinn, sendir hann áfram. Og hér er ágætis tilraun hér hjá Sigrúnu Agátu. Fekk pökkinn hann úr horninu frá henni Berglindi. Það er ná að halda pekkinum inn í svæðinu alveg rétt á neypinu. Berglind reyndi að skjóta pekkinum hana inn en það var svolítið vondur vingill en Andra greip þetta bara á og stoppaði. Skot, löngufæri. Pökkurinn hérna, Sigrún kemur pekkinum. Sendingin hefnast ekki alveg en þær eru hér
en þá er rétt að sé aðeins við hér. Þessar stelpur. Alexandra. Bríett. Kemur pekkinum yfir. Það er Sato sem tekur við pekkinum, reynir að kofa á pekkinum á miðjuna. En það er, já, Hilma sýnist mér sem reyndi hérna skotið. Það er ennþá í baráttunni hérna. Bríett skópla pekkinum yfir. Sendi Keri voru á kantinn, helst til og langt frá fyrir hana Alexandru til að ná hvorugt lið búið að fá refsimínútu í leiknum, en það er nú bara 5 mínútur liðnar að öðrum leikluta, það er nú tími eftir. Við fáum uppkast hérna í varnarsvæði Eskfirðinga. Og það er Fjölnisstúlkur sem vinna þetta uppkast. Elisa Dís kemur pekkinum hérna yfir á kantinn. Og það er skot hér á fullu færi. Pökkun laus hérna, Laura Murphy lúrir. Saga reynir að koma pekkinum út sem text. Og hann rúlar hér alla leið út í enda og við fáum frystingu og uppkast í varnarsvæði SR. Og það eru Fjölnisstúlkur sem vinna þetta uppkast og hér kemur skotið. Andra varði þetta. Reyndi í barðunum með pökkinn. Pökkinn kom inn yfir á hana Alexandru. Sendur á miðuna. Þetta var sending sem átti að fara á hana Ylfu en ná komast inn í þetta Fjölnisstúlkur. Hér var Pökkur þvílík fyrirgjöf fyrir markið. Hún lúrði þarna á þröskuldinum hún Kristín Inga og hér fáum við freistingu Fjölnismegin. Og við fáum hér aukastið. Það er ná stjórn á pekkinum hérna. Missa pekkin aðeins hérna frá sér. Rangstaða, segir línudómarinn. Það er Fjölnisstúlkur sem vinna þetta uppkast. Pökkurinn kemur hérna yfir á Teresu sem snýr hérna við. Pökkurinn hérna yfir á hana Hilmu. Pökkurinn hérna lausur á markið. Og það er reyna hann að skot. Og aftur, það er leggjast hér fyrir skotin. Hver og maður að þvera hjá SR. Og hér eru langskot og mark! Þetta var skot frá Guðrúnu Viðars. Ég held að Andrea hafi ekki aldrei séð hana pökk. Slík var traffíkin fyrir fram á markið. Staðan orðin 3-0 Fjölni í vil. Já, það er Kristín Inga sem er að koma þessum pekki inn í svæði Eskfirðinga úr uppkastinu. Þannig var skot frá Elisu Dís.
hátt úr miðsvæðinu, slottinu. Og hér fá aukast í varnarsvæði SR. Það eru, já, óljóst hver kemur með þennan pökk út. Jú, það er Kristína. Og það er langt skot. Andrea varði þetta át í horn. Ágætis tilraun hana hjá Dagný Mist. Það er hann að koma pekkinum yfir á miðjuna. Og við fáum uppkastið. Sýnist Berglind vera þarna á mótinu Kristínu. Og það er Teresa sem er að dansa með pökkinn á blálínni. En á að koma pekkinum út, hún Brynja. Og það er koma pekkinum hérna djúpt niður. Einhver vandræðagangur hér í vörninni SR og Andrea bjargar þeim hérna fyrir horn. Á að Guðrún Viðars sem skoraði þriðja markið hérna áðan. Aðstoð frá Sigrúnu Agotu og Hilmu Bergs. Lóra reynir að sigla hérna í gegnum í þéttriði net af varnarmönnum SR. Það er koma pekkinum út og hér er að kona með hann aftur. Bríð María hendir pekkinu bara út úr svæðinu. Gefur hér Fjölnisstúlkum tækifæri að komast að stað aftur. Bríð hendur hann tilbaka. Arna hendir pekkinu bara út. Og pökkurinn að spila segja línudómararnir. Pökkur bestinn út á kantinn. Það er hann Lóra. Reynir að koma pekkinum áfram. Sem tekst næstum því. Hér er Harpadögg komið með. Reynir hann að skoti. Pökkurinn speglast upp í lofti og yfir markið. Karen. Þetta er hann að Satu hér. Komið með pökkinn í horn. Á mótinni er Stefáni Jásk. Hér er færi fyrir Eskringa. Skot á markið. Karitas varði þetta vel. Áfram er hætta hér á ferðum. Pökkurinn laus. En þá er pökkurinn laus. Sýnist þér að komin hérna dómur á Fjölnisstúlkur. Og hér er pökkurinn. Þóra Míla tekur skoti. Pökkurinn hoppar upp. Endur í höndunum á Satu. Komin á ísinn. Áfram er spilað. En hér flautar Óli Þór, dómari. 2 mínútur fyrir að krækja. Eða hooking. Og það er María Sól Kristjánsdóttir sem fer í boxið í 2 mínútur. Þetta er fyrsti dómur leiksins. Og nú hafa SS-stúlkur hér tækifæri til að nýta sér yfirtöluna næstu 2 mínútur eða svo. Og það er SS sem vinnur uppkasti hér. Apríl sendir pökkinn yfir á Sögu. Saga sendir pökkinn yfir á Alasundru. Saga aftur með pökkinn hérna. Sendir henni ekki alveg nógu nákvæm á hana Alasundru hérna. Og pökkinn út, þeim tekst það hér. Hilma er komin á siglingur hérna inn í svæðið SR. Hún kemur hérna fyrir, rennur pökkinn fyrir. Hún lúriði þarna á miðunni, hún Berglind. Saga og Alexandra hér að senda pökkinn sín í milli. Satu sendir pökkinn hérna yfir á hana Friðriku. Friðrika tekur skotið en
Caritas ver þetta. Pökkurinn fór lendið þarna í vörninni hjá Fjölni og fór eiginlega bara upp í loft. Rétt rúm mínúta eftir af yfirtörunni hjá SR. Og Adam var bara beint í skotfæri. Hér Friðrika komin pökkinn, sendir pökkinn niður á Satu. Satu sendir aftur á Friðriku hérna. Friðrika hefur á Sögu. Saga komin hérna. Hefur á Friðriku. Reynir að skjóta hana í gegnum hana Kristínu Inga. Það tekst illa. Kristín Elín. Þetta var Elín Darko fyrirgefið. Þetta var ekki Kristín Inga. 30 sekúndur eftir að refsitímanum hjá henni Maríu Sól. Sigrún Agatha kemst hérna inn í pökkinn. Alexandra er að senda pökkinn á hana Kristínu. Og hér kemst Sigrún Agatha í gegn. Og hún tekur skotið, Andra verð þetta. Góð skotmanneskja, hún Sigrún Agatha. En Andrea þekkir hana. Það uppkast í varnarsvæði SR, liðin orðin 5-5. Það Fjölnir stúlkur sem vinna þetta uppkast en missa pökkinn út úr svæðinu og þurfa að fría það og koma sér aftur inn. Elísa Dís tekur pökkinn inn og reynir fyrirgjöf þarna. Lendir þarna í vörninni hjá, hérna kemur Friðrika. Friðrika kemur hérna áfram. Það að koma pökkinum út, Fjölnir stúlkur. Elísa Dís kemst inn í þetta. Þóra Míla sem kemur og hreinsar upp þetta vesen. Mikil barátta hérna niður í horninu. Og hér koma þær af stað. Friðrika Satu með henni, reynir að komast fram hjá henni. Satu hérna áfram, missir pökkinn út úr svæðinu, hendur hún inn í varnarsvæði Fjölnis og það mikil pressa. Pökkur komin út fyrir fram markið. Saga með skotið. Caritas varði þetta. Önnur lota hérna rúmlega hálfuð, 8 mínútur og 52 sekúndur eftir að annarri lotu. Staðan 3-0 fyrir Fjölni. Og það Fjölnir stúlkur sem ná að koma pekkinum út úr svæðinu. En þessi ná að hér að passa að sjá þessu. Berglind komin inn, Berglind tekur skotið, lendir hérna í vörninni hjá April Orangan. Sendi ekki upp að bláu. Viðtakan hjá Teresu ekki alveg nógu góð. En breytir engu. Þær ná að keyra sig í gang hérna. Teresa sendi pökkinn upp yfir. Lendir í höndunum að SR. Það síðan hún Freyja Schaefer sem hendir pökkinum út úr svæðinu. Hér kemur Guðrún Viðars. Siglir inn, hvað gerir Guðrún? Leitar að liðsfélaga, reynir hann að skot úr þröngu færi á Andreu, en pökkurinn var líklegast aldrei að fara hann inn. Sendi ekki upp kantinn. Á hana Brynju. Elín Darko hér eldir pökkinn inn í sitt eigin varnarsvæði.
stoppar inn í horninu. Löng sending þvert yfir völlinn á hana Laura Murphy. Þetta tekur rétt rössjandi leið hérna á blálínuna. Elín komin aftur hérna, fellir við. Þá koma þessar stelpur. Það er Bríet María, kemur hérna pekkinum út á kantinn. Það er að reyna að komast út úr svæðinu en gengur svona upp og ofan. Laura tekur skotið bara löngu færi, endur kast þarna frá, pökkurinn ennþá laus. Alexandra pekkinum yfir á Satu. Satu kemur pekkinum áfram. Saga kemur pekkinum út úr svæðinu, reynir að elta en rétt nýtur við varnarmann Fjölnis. María Sól sendir pökkinn inn upp á blálínuna og það er skot á löngu færi og inni. Ég skal segja ykkur það. María Sól Kristjánsdóttir tekur hérna skotið rétt inn fyrir blálínuna. Ja, þetta var ekki María Sól. Ja, hver var þetta? Stefania Ósk. Það hafi ekki verið Stefania Ósk sem hefur tekið skotið þarna og skorað. Stefania Ósk Elísabetardóttir. Sýndist pökkurinn skoppa þarna. Mögulega eitthvað speglast af vörninni hjá Essir og inn. En það er hægt að skoða það bara síðar. Staðan orðin 4-0 fyrir Fjölni. Fjölnis stúlkur komnar með sjálfstraustið endurheimt eftir leikinn fyrir viku síðan. Mikil barátta inn fyrir battan. En það er að endanum Hilma sem kemur pökkinn út, tekur skotið, Andra verði þetta, pökkurinn ennþá laus og mark! Það er stutt, stóra högg á milli. Hvort að þetta var hver það heyrðist nú ekkert hvort þetta var Hilma Bergs eða Berglind sem skoruði markið hérna. Ég bara veit að ég sá það bara hreinleiki en leikurinn heldur áfram enga síður. Löng sendingin að þvert yfir. Það eru með þunga pressu hér Fjölnis stúlkur núna. Skot hérna frá Elísu Dís lendi varnarvegnum fyrir framann Andreu. Þarna var skot frá henni. Já, það hafa ekki verið Eva Lins sem tók skotið þarna lendi vörninni hjá SR. Það kemur Kristíne. Hún skautar að stað. Hún getur alveg skautað. En Apríl stoppar þetta útbrot hérna. Eða útspilatu heldur. María Sól sendir pökkinn yfir. Satu hér. Reynir að ná pekkinum. Koma pekkinu djúpt niður. Alexandra kemur pekkinum meira á Satu hérna í horninu. Satu komin hérna. Reynir hann fyrir. Og reynir hann að pökkurinn laus fyrir framann. Skotamarkið. Kardas verð þetta. Áfram með þetta. Apríl reynir að koma pekkinum hérna fyrir. Satu. Apríl. Satu aftur. Þar er hún að kljást við 3 svarta treyjur. Og hér fáum við dóm.
Já. Sýnist í fljótu að Satu Ninnimaki sé að fá 2 mínútur fyrir tæklingu. Og þá fáum við að sjá Fjölni hér á yfirtölunni. Það eru þessir yngar náðu næstu því að koma pekkinu út. Þóra Míla hérna. Sigrún Agata hérna í horninu. Reynir að snúa hana Þóru af sér. Kemur pökkinn yfir á kantinn. Teresa. Berglind. Teresa aftur. Hérna yfir á Hilmu. Teresa. Tekur skotið. Lendir þarna í skautunum hjá henni Friðriku. Og það er skot. Andra varði þetta. Sigrún. Tekur skotið og inn. Aftur maður þetta að fá að sjá þetta aftur í hægri endursýningu til að sjá hvort að pekkinum hafi verið speglað inn, en mér sýnist hann að hafa farið bara beint niður í þarna í hornið. Staðan er orðin 6-0 fyrir Fjölni og þetta er orðin töluverð brekka fyrir SS-stúlkur. Fjölni sem vinnur þetta uppkast. Og hér nær Alexandra pekkinum og með henni er Satu. Það er halda pekkinum inn áfram. Sendingin yfir á hana Apríl, en sendingin ekki alveg nógu nákvæm. Og Fjölni stúlkur. Alexandra pressa stíft fyrir SR. Ylva snýr hérna við á punktinum. Fjölnistúlkur sendi hérna upp yfir. Mikil pressa hjá Fjölnistúlkum hérna, ná að halda pekkinum mikið í svæði hjá SR. Apríl sendir pekkinu yfir á kantinn. Það er Ylva. Bestina yfir, hátt skot. Karen, pökkinn áfram. Þar er Marja Sól sem hirðir þennan pökk upp. Komin inn í svæði. Það er skot. Andra varði þetta. Það var ágætis skot. Andra viðbúin þessu og tók þetta bara á öxlina. Sendingina fram. Ekki alveg nóg nákvæm. Sigrún Agata missir af þessum pekki og hann rúlar alla leið í æsing. Við fáum uppkasti hér í varnarstæði Fjölnis. Og það eru SS-stelpur sem koma pekkinum út. Hann er Bríett. Fullri ferð í pressunni. Það er Berglind sem nær pekkinum hérna í horninu. Sendur upp á kantinn. Þar er Guðrún Viðars. Siglir í miðuna. Tekur skotið.
Löngu færi og það var Sigrún Agatha sem tók hana frákastiðin. Innvildi Pökkurinn ekki. Teresa tekur skotið. Pökkurinn skoppar manna í millum, framhjá. Pökkurinn hérna hættusvæði fyrir fram markið. Áfram með Pökkurinn á hættulegum slóðum. Pökkur komið inn í horn. Teresa hendir bekkinu djúpt niður. Hilma. Fínt skot þarna. Það ekki verið. Já, frá henni Stefaníu. Ágætis fyrirgjöf hjá Elínu Darko. Lexa kemur hér undan markinu. Pökkinn í battan. Satu er með pökkinn. Siglir hérna inn. Reynar að komast framhjá. Nær því ekki. Og hér rennur leiktíminn út í öðru leikluta. Staðan 6-0 fyrir Fjölni. Já, þetta er sannarlega brekka fyrir SS-stelpur í þessum leik. Og við skulum vona að þær mæti hér í þriðja leikluta alveg dýrvitlausar og gerir leik úr þessu. Ég ætla að fá mig kaffi. Sjáumst þetta 15 mínútur eða svo.
Já, góður áhorfendur, 30 sekúndur í að þriðji leikshluti hefjist hér í Egilshöll. Staðan 6-0 fyrir Fjölni. Og við fáum uppkast hér á miðjupunktinum. Það er Apríl og Sýnismið Berglind hér mætast í uppkastinu. Og það er SSF-inu þetta, Andrea skópla pekkinum út. Guðrún Teresa reynir að koma pekkinum áfram á Sigrúnu en það er komast inn í þessa sendingu. Hún Alexandra. Þessar stelpur koma hér. Ná ekki alveg að koma pekkinum út. Saga kemur pekkinum yfir. Þar var hún Dagný Teits. Pekkur kom hérna yfir á hana Evu. Hér kemur Sato, hún er að komast hérna út á svæðinu. Kemur pekkinum áfram. Fór hana rétt framjá Ylfu. Löng sending fram hér. Elín yfir. Apríl. Nei, þetta er Ylva Hauríkiði. Hökkunum fer inn yfir. Það er ná aðeins að Sato reynir hérna skotið en Hökkurinn lendir í inni Karen. María Sól, pekkinn á miðunni. Kemur pekkinum yfir á Hörpu Dögg. Léttur Daradans hérna með pökkinn. Harpa. Það reynir að koma pekkinum út. Hún Brynja. Saga hana verðast til þessir. Kemur pökkinum að stað. Saga komin inn áfram. Saga komin baka mark. Kemur inn undan marki. Mætir hérna ákvörðin í pressu. Tekur bara pökkin út. Heldur ennþá í pökkin. Og hendir pökkinum djúpt niður í svæði Fjölnis. Og þar er hún Stefania Ósk. Teresa reynir að koma pekkinu á Stefaníu en hún kemst inn í þetta, hún Alexandra. Dagný hendir pekkinu að reyna að koma pekkinu niður. Bríð María hérna nær að valda á pekkinum hérna rétt fyrir utan svæði Fjölnis. Skauta með hann tilbaka. Þessar stelpur ná að koma pekkinum út. Guðrún Viðars. Pekkin yfir á Teresu. Sendingin yfir á hana Hilmu. Guðrún. Hann er þá með pökkinn lausan hérna. Pökkinn fyrir mamman. Ylva tekur pökkinn hérna, skautar áfram. Reynir að komast áfram. Nær því Sato en rangstaða. Lóra stöðaði þarna hana Ylvu og
Ylva dróst yfir inn í sóknarsvæðið og gerist rangstæð þar á leiðandi. Hér uppkast fyrir var mæta hérna María Sol og Kristína í uppkastinu, en það Fjölnir sem vinnur þetta uppkast. Pökkurinn fer hérna yfir. Apríl fer að sækja pökkinn og það var Harpa Dögg sem eltir hana. Og hvernig barðum pökkinn hérna, Þóra Míla kemur pökkinnum fram hjá einum tveimur Fjölnis stúlkum. Og hér Apríl komin hérna af stað. Þóra reynir að taka skotið en lendir hérna í nær vald á pekkinum aftur. Hvað gerir Þóra? Tekur inn léttan snúning, reynir að koma pekkinum inn aftur en gengur ekki. Sigrún Agata hirði pökkinn hérna og komin á ferðina. Hún komin á ferðina, nálgast markið, missir pökkinn frá sér, nær honum aftur. Sigrún komin hérna fyrir fram markið en þar slá pökkinn úr höndunum á henni. Teresa reynir að koma pekkinum frá markið en það frekar þéttur varnarmúrinn hjá SR. Guðrún kemur pekkinu djúpt niður í horn. Berglind yfir á Sigrúnu. Guðrún tekur skotið en Kristína verður þetta vel. Rétt snúning skot þarna hjá Hilmu. Áfram mikil pressa hjá Fjölni hérna. Pökkurinn lendir hérna í línu dómaranum og stoppar hér við bláu. Sigrún tekur bara skotið. Andra verð þetta. Bríett. Reynar sendingu á Alexandru en nær ekki sendingunni og pökkurinn rúlar í frystingu. Já, sjötta mark Fjölnis var skorað af Berglind Leifsdóttur. Sigrún Agata og Hilma Bergs með stóð. Skotinn hjá Elísu Dís. Enda pekkinum hérna alveg á hinkantinn. Kristín í horninu. Mæta þarna tveimur SS-stúlkum. Saga kemur pekkinum á kantinn. Elísa reynir anda skotið. Alexandra kemst inn í skoti hjá henni. Eva næstum pökkin yfir á Elínu en sendingin fór framjá og út. Elín bara tekur málinn sín eigin hendur og kemur hérna inn, tekur skotið. Andra ver. Reynir að koma pekkinum áfram. Satu komin hérna af stað. Skautar hér á fleygiferð. Harpa Dögg eltir hana, snýr hana af sér. Satu komin á miðjuna hérna. Áfram er hún með hann. Harpa tekur, reynir að setja hérna. Ylva reynir að halda stjórn á pekkinum. Dagný rétt mista pekkinum. Friðrika snýr við hérna. Sendir pökkinn áfram. Það kemur Apríl inn í sendinguna. Pökkurinn réttlar þetta niður í varnarsvæði Fjölnis. Karen hérna í léttri baráttu í horninu. Hér rangstaða. Hvort að hún hafi verið inn í sæðinu, hún Heiður Atladóttir og fengi pökkinn í sig. Það eru Fjölnisstúlkur sem vinna hefði uppkast og Guðrún kemur pekkinum yfir á Teresu hérna. Teresu undan marki, reynir að koma pekkinum áfram á Sigrúnu en lendir hérna í vörn Neseringa. Teresa komin hérna í stöðu, reynir að setja pökki fyrir, pökkur er laus. Andrea stekkur á hann
Það ná ekki að koma pekkinum út, þessar stelpur. Berglind. Sendir fyrir. Ágætis tilraun hana. Hilma Bergsdóttir lúrði þarna í ásláttinu. Teresa sendi ekki áfram. Pökkurinn lendir í höndunum á Hilmu. Sendir yfir á Sigrúnu og pökkurinn fór á markið. Andrea speglar hann burtu. Kemur Heiður. Skautar hann áfram. Mikil barðum pökkinn hérna. Satu kemur með þennan pökk út úr þessari baráttu. Apríl. Pökkinn hérna yfir á hana Friðriku. En það er Eva sem hirðir þessa sendingu upp. Launsendingin yfir. Það er Elisa Dís. Nær að koma pökkinum inn í svæðið. Ylva sendir pökkinn yfir á Friðriku. Friðrika kemur pökkinn yfir á kantinn en það vantaði Samherja. Bríet María snýr hérna við. Tekur pökkinn inn í svæði. Leitar að Samherja. Reynir að koma pökkinu fyrir. Stefáni Ásk sendir hérna pökkinn upp á Hörpudögg sem náði ekki alveg að halda sendingunni. Leikurinn heldur áfram. Engin frysting. Mikil barátti Heiði. Harpa sendir pökkinn aðalega yfir. Skot. Andra ver. Ágætis skot. Já, hvort þetta var ekki bara Sofía Bjarnadóttir. Sé ekki númerinn nægilega vel hérna uppi, en það er annað mál. Og pökkinu djúpt. Sofía hérna baka markið. Sendir hérna yfir á Guðrún og Viðars. Guðrún tekur bara létt skot á markið. Engin svo sem hætta á ferðum hér. Engin Teresa siglir inn miðuna. Horfur hér yfir. Sendir á Guðrún og Viðars. Guðrún siglir einnig á miðuna. Hendir pökkinn bara djúpt niður í horn. Þar er Teresa, en þar er líka Bríet. Kemur pökkinum á hana Heiði. Guðrún er vald á pökkinum hérna. Fín spilamennska hjá Fjölni hérna, en Andrea vel vakandi og varði þetta. Teresa hérna með pökkinn. Reynir að koma pökkinum áfram, en lendir hérna í vörninni hjá SR. Kristine hendir pökkinum út. Berglind pökkinum yfir á Guðrúnu. Og kalla að spila. Hér er Saga Blöndal komin af stað. Pökkurinn laus fyrir frá markið. Saga reynir að koma pökkinu niður eftir hjá hana Alexandru Auðun. Hann fer í battan og út, niður í hotn. Áfram er pökkurinn laus hérna frá markið. Alexandra var með léttri baráttu. Sigrún Agatha komin hérna á siglinguna sem fyrr. Það náðist að pota pökkinn frá henni. Og hér er Alexandra komin með pökkinn. Kemur út á kantinn. Það er Eva. Hendir pökkinn aftur djúpt niður. Og þá er Saga. Laura Murphy mætir henni. Teresa komin inn aftur. Sendir á Evu hérna. Eva tekur bara skotið, lendir í vörninni hjá SR. Og Arna að reyna að koma pökkinum áfram. Sending á hana Satu. Satu tekur hann með sér inn. Satu er að brjótast inn í gegn.
Eindur og þrjár, hér færi, fyrir Friðriku, en hún heldur pekkinum hérna áfram undan marki. Hvað gerir Friðrika? Hendir pekkinum upp á bláluna. Það er Bríet María, tekur bara skotið. Pökkurinn laus, pökkurinn ennþá laus. Það er skópla pekkinum inn út. Og hér kemur Friðrika. Kemur af stað. Ylva með henni. Hendur á Friðriku. Fín spilamennska hérna á SR. Brynja dettur niður. Stefáníu Ásgeir. Kemur pekkinum yfir á hana. Hörpu Dögg. Spila segja dómararnir. Áfram skal spilað. Stefáníu Ásgeir hérna niður á Teresu. Teresa hér fer bak við mark. Kemur hérna löngsending fram á hana Sigrúnu. Sigrún komin af stað. Einnig Sigrún, skot og það var rétt í hanskónu út. Pökkur laus fyrir framann. Andra verður þetta. Pökkurinn ennþá laus. Pökkurinn berst niður með blálínuna. Teresa nær að halda pekkinum inni. Sigrún, pökkin yfir á Guðrúnu Viðars og tekið skotið. Andra verður þetta. Andra verður þetta og stökka á frákastið. Eva lendir hana í SR-vörninni. Það er Elisa Dís sem nær að koma pekkinum aftur eins og það er, en það er Saga Blöndal sem kemur inn á stað. Hún siglir hérna. Hún kann alveg að skauta og hún kemur að skemmt allalega hérna niður yfir. Komin á bak við mark. Það reyna að stoppa hann eitthvað en gengur svona misvel. Alessandra hérna í baráttunni í horninu. Pökkurinn berst hérna til Apríl. Aftur til Alessandru. Pökkurinn skoppar hérna út og hér kemur Elisa Dís. Hvað ekki Elisa? Tekur skotið. Andra verður þetta. Frákasti líka. Og hér kemur Friðrika á siglingunni niður í horn. Hvað gerir hún? Hún kemst framhjá. Hún er hér. Hvar? Stefáníu Ásgeir er að kroppa pökkinn út yfir. En Dagný eltir pökkinn. Skópla pökkinum út. Það er Satu. Og hér getur Satu skautað. Hún er með nóg pláss. Hún er komin inn. Komin inn framhjá. Það ná að pota í pökkinn hjá henni og stöðva þessa sók. En hér er hún komin. Ein á móti markmanni. Og hvað gerir hún? Tekur skotið. Andra verður þetta. Fyrirdags tilraun. Já, mér sýnist þetta hafi verið hún Sofía Bjarnadóttir. Greip þarna tækifærið. Pökkurinn endar hér upp á blálínunni hjá Teresu. Teresa og skot og lendir hann í vörninni. Guðrún Viðars. Kristína kemst inn í þetta. Apríl heldur pekkinum hérna, fer baka markið, skópla pekkinum yfir á kantinn. Það er Teresa. Kemur bara Sigrúnu yfir á Guðrúnu. Og það er hún, já, Birna, já, ef hún heitir það. Segi ekki Tinna. Ég er að lesa vitlaust í skýrsluna hérna.
Byrst innilegra afsökunar á því. Maður þarf að æfa lestarhæfnina eins og annað. Koma pekkinum hér út á kantinn. Þar Elín Darko. Kemur pekkinum bak mark. Það Þóra Míla sem fer hérna fyrir SR. Mikil barátta hérna pökkinn. Eva fær hann hérna á bláu línuna. Pökkurinn endar í höndunum á Elíni Darko. Sendir pökkinn yfir á kantinn. Þar Laura Murphy. Og Kristín reyndi hérna að smeygja honum inn en ekki gekk það. Laura hér á kantinum. Það að koma pekkinum framjá. Þóra ennþá stendur í ströngu í vörninni. Kristína kemur pekkinum yfir á Þóru. Þóru aftur tilbaka. Og þá koma þær hér Harpa Dögg og þetta var ekki Arna. Karen kemur pekkinum djúpt niður en greinilega ekki komin yfir miðlínu og við fáum frystingu. Ein mínúta og 55 sekúndur eftir að leiknum, eða þriðju lótunni. Pekkinum niður hér. Það Saga. Kemur pekkinum hinum megin. Þar Alexandra. Bökkurinn laus. Ágætis fyrirgjöf þarna enn í slottið. Að vera eldana hérna niður í rangstaða. Uppkast fyrir utan varnarsvæði SR. Og það Sigrún sem já, hún aftur völdin á pekkinum minna. Sigrún sendir fyrir. Bökkurinn laus, bökkurinn ennþá laus en Andrea stoppar þetta. Það Fjölnir-stelpur sem vinna þetta uppkast en það SS-stelpur sem ná að komast inn í þetta. Sato hér pressar á Guðrúnu Viðars. Nær pekkinum næstu af henni Guðrúnu en Guðrún heldur honum vel. Sendir tilbaka. Það Teresa. Sending á hana Berglindi. Berglind ber hann áfram hér. Kemst hérna framjá. Sendir fyrir. Pökkurinn laus lofti. En Andra kæfir þetta. Eittur og bingo. ...44 sekúndur eftir af þriðja leikluta. Uppkast í varnarsvæði SR. Það Fjölnir-stelpur sem á völdin á þessu. Elín kemur pekkinu djúpt niður en það Þóra Míla sem leggur af stað með pökkinu út úr svæðinu og kastar á Madeleine niður yfir og við fáum aðra frystingu. Það Kristín Ingadóttir og Kristine Davíðsdóttir, Kristína. Pökkurinn lendir hérna í vörn SR. Bríett hendir pekkinum inn í svæðið. Það Elisabeth sem sækir pökkinu hér fyrir Fjölni. En hvað að Kristína sem nær pekkinum. Reynir hérna skot, mjög erfiði færi. Pökkurinn rúlar hér til Laura Murphy.
Lora komin hinn í færi, Lora tekur skotið og hann fer yfir. Og hér rennur leiktíminn út. Staðan 6-0 fyrir Fjölni. Enga síður fantagóð frammistaða hjá báðum liðum. Þessi hvernig leikir hafa verið einstaklega spennandi í vetur. Held að næsti leikur í næsti leikur á dagskrá hér í Herstheildunum. Það eru 18 leikur 1. febrúar, Skautadalinn Laugardal. Síðan er það 3. febrúar Norður Akureyri. Þá fá SA Víkingar Fjölni í heimsókn. Þannig að það er nóg að vera næstu daga. Hvet ykkur hendrið til þess að fylgjast með á úrslit.ihi.is og IHI og ishockey.is. Nóg að vera. Helgi Páll Þórsson heiti ég. Ég þakka fyrir í kvöld. Takk fyrir og góða nótt.